Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum að venju hérna upp í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. Í þættinum í dag þá ætlum við að fjalla ýmislegt, við ætlum meðal annars að hitta Hlyn Hallsson hjá Listasafninu og fá að heyra hvað framundan hjá þeim. Fulltrúar Menningarfélags Akureyrar, þar að segja Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands, Leikfélags Akureyrar og Menningarhússins Hofs koma í heimsókn, en það er risavetur framundan hjá þeim og sala á áskriftarkortum er hafin. Við ætlum líka að heyra útgáfutónleika trúboðana sem verða á Græna hattinum helgina. Við tölum auðvitað Akureyrarvöku því að það stendur mikið til á Akureyrarvöku helgina, nóg að vera og meðal annars er stórsveit Akureyrar að halda stór tónleika hér í bænum í tilefni 75 ára afmælisins og hátíðarinnar auðvitað. Fáum líka í heimsókn til okkar fólk sem var að gera myndband sem er ansi fróðlegt sem kallast Dánarfregnir og jarðarfarir, en kannski meira það hérna á eftir. Við ætlum byrja á því að fara aðeins með okkar fólki yfir fréttir vikunnar. Þið eru orðin okkar fólk. Já, það er ótrúlega mikill heiður. Já, það að segja það. Og vikunnulegur titill. Já, góðkunningjar enn fjögur. Já. Hvað segið þið? Hvað stendur upp úr í vikunni? Já, það hefur nú verið svona að einhverju leyti viðburðarík vika í Háskólanum á Akureyri, en svona varðandi fréttirnar þá, ég veit ekki, mér finnst þessar fréttir flóttamannastrauminn mjög, ég veit ekki hvað ég orða það. Býslega sláandi að fór nú svona fréttarúmpar núna í morgun áður en kom hingað og sá þar annars vegar fréttum að 70 manns hefur fundist látnir í einhverjum vöru eða flutningabíl í Austurríki og sennilega bara legið þar í hirðuleysi einhverja daga, skilst að aðkoman hafi verið slík. Þið gátu ekki eins og talið út hvað þetta væri mörg lík í bílnum. Því að þau voru það. Og svo önnur fréttum að 200 eða 250 manns líklega við drukkna á Miðjarðarhafinu og leið frá Líbíu held ég. Og svona fréttir dynjan á ámannum með nokkuð reglum millibili, þannig að það er alveg ljóst að þarna er vandi sem þarf að taka og þetta var jafn mikið að fréttum af því að svona Evrópa í heild nánast veit ekki alveg hvernig fótunum var stíga gagnvart þessu valda. Og mikið rætt það einmitt að staðan sé þannig að það sé kannski ekki nóg bara að auka möguleika flóttamanna á því að fara inn í löndin heldur einfaldlega að gera, það þurfi náttúrulega skiljanlega að fara að gera aðstæður þannig að fólk sjá ekki ástæðu til þess að leggja líf sitt í hættu til þess að flýja heimaland. Já, það er kannski stóra máli líka, sko. Þetta er náttúrulega svona grundvallaratriðum, bara birtist okkur þarna náttúrulega stríðsátök, hversu mikil áhrif þau hafa og það hefur ekki verið jafn mikið af fólki á flótta síðan við lok seinni heimsstyrjaldar, þannig að þetta eru mjög skrýtnir tímar fyrir okkur og maður svona velti fyrir sér þessari stefnu hvað við erum búin að loka landamærunum mikið inn til Evrópu og svona bara þessar pælingar hver á rétt til að búa hvar og allt þetta sko. En ég ætla þá að hrósa Akureyrarbæ, ég var mjög stolt af því að bærinn eða bæjaryfirvöld skyldu hafa frumkvæði því að segjast vilja taka við flóttafólki og ég held að ennþá séum við eina bæjarfélag á landinu þar sem að sko bæjaryfirvöld sjálf, það eru félagasamtök og stjórnmálaflokkar búin að hvetja bæjaryfirvöld, til dæmis í Hafnarfirði og víðar, en hér bara var tekið frumkvæði og ég held að við séum með bara mjög flotta umgjörð til þess að taka á móti fólki. Þetta gekk vel þarna 2003, en það eru samt bara svo fáir. Það er bara pínulítið brot af þessum heildarfjölda sem er á flótta nú. Og það var einmitt verið að ræða það í samhenginu til dæmis við markmiðin sem að Svíar eru að setja sér í flóttamannamálum að við værum í rauninni samt ofboðslega aftarlega meirinni með hvaða plön íslenska þjóðin hefur í þessum. Mér skilst að við ættum að vera í kringu 1000 manns ef að við ætluðum að vera á sama stað og Svíar. Kannski er það svona ángjaf því að sko þessi eitthvað sem lítur á sem vandaði eða eitthvað annað, þetta er svona tiltölulega svona nýrra í okkar umhverfi að þetta verði svona beinlínis aktúelt hjá okkur. Maður var bara svo ég bjó í Svíþjóð sem krakki fyrir 30 árum síðan og þá var þetta komið í umræðina þar og mikið af fólki héðan og þaðan sem þangað kom en það er ekki lengur hvað ætla að séu 10-12 ár síðan, mann er bara grósbrá hér en bara sá einhvern til talaði það bara þótti tíðindu sæta. Þannig að vonandi er þetta svona innan gæðslapa byrjunarörðuleikar í okkur og við tökum okkur eðlilega smá tími að móta hvert við viljum stefna það. Þannig að þetta er kannski svona stóra erlendamál vikunar sem að snertir okkur líka. En þú sagði að það gekk mikið á í Háskólanum á Akureyri. Hvernig er stemmingin búin að vera í kringum byrjandalæsis umræðina alla saman og bara það sem að
ráðherra og þessi menntamála Menntamálastofnun. Nú alltaf kannski rétt að byrja á því að taka fram að við auðvitað störfum við háskólann. Já. Erfitt að fá hlutlaust á fréttu vikunni. Flokkun seint sem hlutlaus í þessu samhengi, sitjandi við hliðina á þeim sem eru þarna í eldlínunni. En það mögðu ég held að sé lógætt að segja það að fólk inn hos okkur svona gremsólítið kannski einhverjum sérlega framsetningin og túlkunin sem hefur fylgt á þeim gögnum sem þarna hafa verið að birtast. Og svona finnst ekki alveg sanngjarnt að tala það að þessar tölur, þessi gögn sýni það með einhverjum marktækum hætti eða merkingabærum hætti að byrjundarleysi sé eitthvað verra kerfi en annað. En kannski aðalatriði kannski þrátt fyrir þessa umræðu sem að virkar allavega á mig eins og bara verða að taka og eigi að taka í menntasamfélaginu. Þá kannski stóra máli með hversu afgerandi hætti menntamálaráðherra lýsir yfir sinni afstöðu í þessum efnum og þar af leiðandi það sem hefur kannski líka verið rætt svolítið að þá menntamálastofnun, ég hef aldrei lærið þetta, menntamálastofnun og það hefur líka komið fram gagnrýnum að þau eru bæði ráðgefandi hvað varðar það að benda menntamálaráðherra á annmarka byrjandalæsis á sama tíma þeir vilja vera verkkaupar í rauninni á þessu þjóðarátaki í læsi. Þannig að pólitískt bursið frá röksemdafærslunni auðvitað á að gera það og í rauninni kannski fagnaðar efni út af fyrir sig að það sé verið bara yfirleitt að ræða menntamál. Það allir sammála það. Og fólk kannski, það mjög erfitt að koma sér, maður þarf svolítið tíma til að koma sér almennilega inn í að hvort sé verið að blekkja með tölfræði eða ekki og svo framvegis. En bursið frá því, bara þetta eitt og sér, hvaða áhrif finnst ykkur það hafa inn í háskólasamfélaginu á bara stemminguna? Já, ég held að þetta hafi nú bara mörguleiti þjappa fólki saman, sko. Þú veist að það koma þarna, þetta er rosalega flókið, það eru ofsalega margir, þannig að maður sér núna, sko, bara svona þessa síðustu viku að það er bara fólk farið að vinna saman með meiri þverfalegum hætti heldur kannski hefur verið gert stundum, festustu pínu í bara því sem við erum að gera, sko. Það er byggðar ýmsar brýr hérna. Já, þannig að það er ekkert, sko, auðvitað kannski er einmitt eins og þú segir, það var náttúrulega pínu áhugavert og einhvers staðar kannski sjokkerandi fyrir Háskólann á Akureyri og skólaþróunarmiðstöð hvernig framgangan var í þessu máli, tímasetningar og annað, ég menna þessi gögn hafa legið fyrir mjög lengi, þannig að maður velti fyrir sig af hverju kemur þetta fram núna og auðvitað er þetta hagsmunaaðilar eins og þú bendir á og annað, sko. Og pólitík. Og pólitík, já, heldur betur og en svona þannig að, sko, að það gæti verið undirliggjandi að menntamálaráðherra ætlaði að benda á að allt væri að koma svo stað með þjóðarættökum læsi og mæta sem riddarinn á hvíta hestinum. Þannig heyrði ég þetta svona þegar fólk er í kaffispjallinu, skilurðu. Það er einsamsverðiskenningin. Það kemur önnur samsverðiskenningi var að þetta tengdist veiðum og ísu. Já, ég meina það er hægt að sýna fram á fylgni þar á milli. Það er svona eitt svona þáttu gagnrýna frá okkar bæjardýrum séð að þessi eitt að sýna fram á þarna ákveðna fylgni og svo allt annað að tala eitthvað orsakasamhengi, sko. Það er ekki sami hluturinn. En sko, nú spyr ég bara, er þetta nokkuð þannig að það kemur fram gagnrýni sem á kannski að hluta til við rök að styðjast og að háskólasamfélagið út á landi þjappi sér saman og fari saman í klíku að berjast gegn því að þoli ekki gagnrýni? Nei, ég upplifi það alls ekki þannig. Ég er frekar þá að vísa til þess að það eru allir sammála því að það þarf frekar rannsókna við í skólastarf, ekki bara á læsi. Ég meina það kemur kannski bara svolítið í ljós núna ef ég tala bara svona sem foreldri að þá svona er maður pínu kannski, býtu, er þetta bara allt einhvern veginn? Ég meina hvaða aðferð er verið að nota, á hverju eru þær valdar og allt slíkt og þannig ég held að sé enginn sem að sko og stemmingin er ekki þannig sko að við þurfum að snúa bökum saman einhvern veginn og pakka í vörn. Heldur er ég frekar að tala um það að nú að fólk átta sig á því bara einmitt, þarna er eitthvað sem er sterkur í tölfræði, þarna er eitthvað sem er sterkur í einhverju annars konar mælingum og þannig að það er frekar svona það að fólk sé bara átti sig á því bara til þess að gefa einhverja heildarmynd þá getum við ekki sett fram tölfræði á svona kannski einfaldan hátt eins og var verið að gera núna. Við þurfum að skoða þetta í miklu stærra samhengi. Þannig að sko, það er frekar þannig að fólk hugsi, þarna þurfum við bara að vinna meira saman. Sko. Þannig að loka niðurstaðan verður kannski bara þetta hafa orðið bara gagnleg umræða sem átti sér stað mikilvægi þess að lokum, fyrsta tímuleikum frá okkur, að kannski á endanum, jafnvel þó að það sé hægt að tala þetta fram og tilbaka, þá kannski það góða sem kemur út úr þessu að fólk fer í raun og veru
að skyggnast á baku tjöldin, fari sjálfskoðun, kanna gildi þess að það séu ritrýndar rannsóknir á baku innleiðingu nýrra námsaðferða og svo framvegis. Og það vonandi ekki bara að læsi heldur öllum námsaðferðum. Það er þetta til þess sem að kannski eitt og annað betur nú til að við eflum heilt og lítið hvort heldur hjá almenningi eða blaðamönnum eða kennurum og nemendum, eflum ekki bara sko læsi í hefðbundnum skilningi, heldur líka sko gagnalæsi og einhvers konar, hvað við kalla það, myndlæsi, línurítalæsi eða hvað það er sem til dæmis. Þá er svo sem til einhvers barist. Nákvæmlega. Heyrðu, við komumst við 2 fréttamál, það var flott hjá okkur. Vel gert. Já, við spörum restina umræðinu þangað til næst. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.